Velkomin aftur. Eins og ég lofaði, þá stórkostlegt tónlistaratriði hérna framundan vegna þess að það eru nokkuð merkileg tíðindi bara leyfi ég mér að segja á fimmtudaginn þegar að meistari Megas stígur á svið í Þjóðleikhúsinu með miklu föruneyti og ætlar að flytja gamlar perlur í bland við ný lög, ekki satt, Magnús? Jú, það er meiningin. Já, segðu mér aðeins frá þessum tónleikum. Ja. Ég held að Hilmar hafi vaðið í hann hvað Allarsson, Grím Allarsson, já. Já. Og þess hefur verið sett á Erleifs, hljómleikar, hann frá mér. Og þá var að gera hafa glæsilega. Já. Og ég fekk son minn til þess að setja upp útsetningar. Og honum bildi strákkvartett og Hilmar var náttúrulega með sinn Kammerkór Suðurlands og fleiri kóra held ég. Og þetta gerði mikið hávaða sko. Mikið næs. Og svo þú með þína hljómsveit, Guðmundur Pétursson, snillingur og þeysarinn Hilmar munu leiða þetta. Þeysarinn verður bara stendur undir nafni. Já, en hérna, þetta sem sagt hluti af Airwaves. Þetta lokaði Airwaves. Já. Og í Þjóðleikhúsinu, ég leyfi mér að segja að Airwaves sem auðvitað það sem gerjunin í íslensku tónlistarlífi sýnd. Þú hefur náttúrulega fylgst með íslensku tónlistarlífi og ég leyfi mér að segja ákveðin guðfaðir fyrir sigurmálakynslóðina og því sem á eftir kom. Þegar þú horfir yfir þetta svið, allar þessar íslensku hljómsveitir að meika það í útlöndum og allt þetta, hvernig blasir þetta við þér? Það er bara barnalán. Þitt barnalán, leyfum okkur að segja. Barnalán og það hundi göttunum. Já. Heyrðu, það hérna, ég get ekki sleppt þér því að það eru kosningar á morgun í landinu. Það? Já. Og þú hefur náttúrulega allan þinn feril verið sko rampólitískur en aldrei leyft neinum flokki að eiga þig. Ekki ósvipaður kannski Bob Dylan í Bandaríkjunum hvað þetta varðar að... Ég hef notað allir bókstafina. Hvað segirðu? Ég hef notað allir þessar bókstafi sem í boði á morgun. Já, það? Ég hef notað allir saman. Já, akkurat. Í textum og víðar. Já. En hefur eitthvað áhuga á þessu? Finnst þér áhugaverðar þessar kosningar? Og ég segja sannleikan eða eitthvað þennt? Nei, sannleikan. Nei, ég ekki minnst á. En ég hafa áhuga hins vegar á laginu sem þið ætlaði að flytja. Já. Segðu mér aðeins frá því. Það bara fjallar leiðina sem að flestir fara og enda í einhverjum óvanlegu stöðum og leiðindum. Þá segir komast akkurat þar sem þeir ætluðu sér að fara. Og svo einu sem að velta ekkert veginum fyrir sér, fara ógreið eftir vegina og vegarísurnar og kviksyndin. Og enda akkurat sem ég vildi heldur vera. Þannig þetta söngurinn veginn og það heitir Órannsakanlegir, það ekki? Eða vegir og vegir. Eða vegir og vegir. Hilmar og Guðmundur og Megas, gjörðu svo vel. Þið spyrjiði mig veginn, þann veg sem ég aldrei fór. Og var svo öðradaður, ekki stórgrýtur að ráði. Þekktar slóðir lá hann og það þoldi hann flestir skór. Og því þrautalaust að fara hann og leiðarenda hann náði. Hann skilaði mönnum átakalaust alla þeirra leið. Þangað sem þeir ætluðu sér og aldrei nokkur gleymdi. En oftlega verður raun sú að það sem þeirra beið var þeirra út við allt það sem í upphafi þá dreymdi. Sem ætluðu sér mikið og margir settu hátt. Með svo kappkostuðu að velja hann og þræðan. En það fór ekki víða í hver sæmilegri sátt.
Sáttalyktum ljóst var hver í raun var stæðan. En hvað var það sem réð því að ég reyndi hann aldrei við? Raunar lítill áhugi á slíku sjálfsagðum sakramenti. Kannski vantaði mig þolinmæði og absolutt markómið. Mestan var þó í trúnaði, ég bara hreinlega ekki nefndi. Lísurnar leiddu mig og villu stíirnir vísuðu mér kviksyndi og fenja mér að þanga sem kyrkjulast að vera, já, og vera sem aldrei fyrr. Ég vissum síður að hér var það sem mig hafði alltaf langað. Flestrar í þaula kannaðir og kortlagðir vegir. Það kom á daginn að mínir voru órannsakanlegir.